Mamma sá sjóðinn auglýstan á netinu og hún hefur svona tröllatrú á mér og gerði náttúrulega bara ráð fyrir að ég myndi fá styrkinn, sem ég gerði. En ég sjálfur gerði ekkert ráð fyrir því. Það var ekki það fyrsta sem ég datt í hug þegar ég var búinn með menntaskólanám að sækja einhvern afreksstyrk. Ég vissi ekki að ég var einhver afreksnemandi en já, ég fékk styrkinn. Ég hafði sem sagt verið í námi í Svíþjóð áður í hálft ár og það vantaði mig mikið pening þannig ég var oft að reyna einmitt að afla mér fjár og það mikið truflun sérstaklega að byrja í einhverju námi og vilt kynnast því þannig að ég vildi bara, hafa kost á því að vera bara í íslenskunni og einblína bara á námið og það var ágætt að fá þennan styrk. Þetta bara mjög skemmtilegur hópur sem í íslenskunni. Við erum mjög náin öll, við erum náttúrulega ekki stór hópur, ekki margir íslenskunemendur og fyrir vikið, og við erum náttúrulega öll í Árnagarði þannig að fyrir vikið erum við rosalega náin hópurinn og líka bara við höfum náið samband við kennarana. Þegar ég var nýbyrjaður þá rakst ég á fulltrúa háskólakórsins á Háskólatorgi og voruð að kynna kórinn og prufur og ég persónulega, ég hef aldrei sungið og þetta ansi langt fyrir utan þægindarafinn minn persónulega en vinkona mín sem æfir söng, hún manaði mig til þess að fara í prufur og ég gerði það og komst inn og hef engan veginn séð eftir því. Mímir sem sagt nemendafélag íslenskunemenda og nemenda í almennum málvísindum og ég sá auglýsingu fyrir, þeir voru að auglýsa eftir nýnemafulltrúa og ég sótti og það var bara mjög góð reynsla, mjög gaman að búa henni. Þannig að það hafði mikil áhrif á bara að ég kynntist samnemendum og einhvern veginn svona, aðlagaðist íslensku náminu og íslensku deildinni. Og gekk í rauninni bara svo vel að þegar kom að aðalfundi í apríl þá bauð ég mig fram sem formann og verð núna næsti formaður Mímis. Þegar ég var að sækja styrkinn þá átti ég einmitt að lýsa því hvað ég ætlaði að gera og ég sagðist ætla að stefna á þýðendanám. Ég er eiginlega alfarið hættur við það. Þannig að núna það held ég mest annaðhvort bara að fara alla leið í íslensku og sem sagt annaðhvort í málfræði eða bókmenntum. Ég á mjög erfitt með að velja og bara taka meistarann og ég veit ekki mögulega doktor eða fara bara í kennara eða vinna hjá RÚV eða eitthvað álíka. Það margt sem kemur til greina fyrir íslensku nemendur.